besta, en það líka eitt sem að mig myndi þá kannski tenging, fyrst við komnir þarna vestur á háskólasvæðið, að þar sem sagt Alvotech til húsa í mjög glæsilegum húsakennum, en þarna rétt hjá fyrirtæki sem heitir Gróska, og það sem sagt þessi vísindagarðar sem hafa verið byggðir þarna upp, þetta stórt og mikið fyrirtæki Gróska. Eigandu Grósku hafa verið Björgólfur Tór Björgólfsson, fyrrverandi náinn vinur Róbert. Þeir voru þar endar tíma. Já, samstarfsmenn allavega, sko. Já, en svo slettist upp á vinskapinn, virðist vera. Það er bílaplan á milli húsana. Það er bílaplan á milli húsana, þetta svolítið skemmtilegt. Það svona hlutlausa-svæðið. Já, það vekur athygli að Gróska gífurlega verðmikið í þetta sem metið á einhverja 13-14 milljarða eða hvað það er. En sem sagt að þegar við sáum þetta vorum að eitthvað fyrst að spjalla saman þá sagður eitthvað þessa leið Jón, heyrðu, Stórlaxar, þeir eru komnir bara inn í Kauphöllina aftur. Við náttúrulega Jón Ásgeir þetta Stórlaxar þarna fyrir, en við það að fá heima, við það að Gróska gengur inn í fasteignafélagið Heima sem áður hétar Eigin, að þá auðvitað eru þeir og þar með eru rauninu orðnir stærstu hluthafar í Heimum og það vekur athygli að Halldór Benjamin Þorgeirsson, hann segir mitt í einu viðtali að hluta þessu sé sko alþjóðleg tengsl sem þeir koma með, þeir félagar auðvitað, þau miklir kappar erlendis, Björgólfur og Andri. Hvað merkir það? Það var ekki Birkir Már viðskiptafélagið þeirra með þessu? Jú, hann í þessu, fyrir ekki, kendu honum. Þeir gerðu nú, Andri og Birkir Már voru nú náttúrulega í Keresis. Já, þaðan komu, þeir grætu nú bara, 10-15 milljarða held ég bara. Þeir áttu mikið. Andri Sveinsson var bara eitthvað ríkasti Íslendingurinn. Já, það var mjög öflug innkoma hjá þeim og sýndu að þeir komu. En það þessi setning sem að maður grípur, það það hérna á þessa leið, að þetta sé sem sagt þessi alþjóðlegu tengsl og þá kemur upp spurning félagi hvort að það sé hvort þeir sé eitthvað huglega þá jafnir að fara að fjárfesta í nágrannalöndunum sko. Vegna þess að Íslendingar áttu náttúrulega maður bara veltir þessu fyrir sér það komið heim til að geta farið aftur út farið heim með félögin þeir eiga ekkert fasteignafélög erlendis en þá eru þeir komnir og ekki það við vitum allavega já, Björgólfur Tór hefur ábyggilega, hann hefur nú sagt að oftar en ekki að náttúrulega Ísland og lítið fyrir hann bara hreinlega hann þarf að vera að vasast í alþjóðlegum viðskiptum en þetta er samt svolítið merkilegt sem sagt að nú eru þeir Jón Ásgeir, Björgólfur Tór og svo þetta Róbert með sitt félag, menn sem voru áberandi fyrir bankahrunið. Í þessum blokkum sem voru. Já, blokkum og nú spyr maður bara hvort að bakkavarabræðu verði kannski sýnilegri líka í framtíðinni. Já, það er spurning. Þeirra félag hefur nú verið að ganga alveg ágætlega í Bretlandi. Mala gull í Bretlandi og eru stóregnum með þar. En þetta vekur bara athygli að þarna ertu staddur vestur á Melum á háskólalóðinni og það þarna eru bara allt í hlutir að gerast á hlutabréfamarkaði á Íslandi. Já. Með Alvotech og þá Heimum og Grósku.